Það er rúnar 1-1 jafntefli hérna, fáið mark á okkur á lokamínútu leiksins. Hvernig líður með þetta? Ég held að við verðum bara sáttið við þetta stig. Við áttum ekkert skilið, en þetta úr því sem komið var við yfir og lítið eftir þá þetta viltu alveg reyna að landa þremur, en frá þriðju mínútu út leikinn, þannig að ég veit ekkert með skil. Hvað varstu vantað upp á hjá þínum í dag? Það var úrkvæði liðið, það var ekki nægilega samstiga og greinilega þreyta í mannskapnum eftir langt og strangt svona fyrstu 11 leiki og kunni í bikar þá dálítið margir leikir á skömmum tíma. Breiddin ekkert rosaleg og við gerðum einhverjar breytingar í dag til að hvíla menn eftir bikarleikir í viku þegar við fórum í framlengingu og það situr aðeins í mönnum og við erum margir nægilega frískir og við finnst bara að eiga miklu orkumeiri og betri við. Þið komið samt yfir í leiknum gegn gangi leiksins. Hvað varstu síðan gerast eftir það? Við erum auðvitað bara að reyna að halda áfram að spila leikinn eins og var að spilast það og litla það breyta. Við vorum í 5-4-1 eða 4-3-4-3 eins og lítur á það þegar við fyrir svo neðarlega á 5-4-1 og þeir náttúrulega er að reyna að herja á okkur og svo kemur við klafs eftir langt innkast og mér fannst eftir verðin heitt á ferðum svona eftir 1-0 en því hefði þetta getað svona 2-3 skilur þannig að við erum stáð hefnir að við í þessu stöðu en þetta vilti landa sigrið og við vilti svo lítið eftir en fólkvallið er bara þannig að það var bara lítið að gerast til að komi og þeir fá eitt slíkt úr vítaspyrnu sem var heldur dæmt. Hvað fannst þér vítaspyrnudóminn annað undir lokin? Ég get ekki dæmt það hjá hann, mér finnst það bara, ég get ekki dæmt það, en við erum ofan í þessu og það er með 2 vítaspyrnur sem ég held að við getum skoðað ágætlega báðar. Þessi myndavél sem geta sýnt hvort það sé eitthvað rétt átt og breyti því ekki við treystum þennan störnum. Því að gerst besta og við þurfum að velja spyrnur. Skella skuldir okkur aðra þá okkur lítið speginn og okkar. 2 vikur núna í landsleikjapásu. Hvernig ætlarðu að nýta þessa pásu með liðinu? Já, við ætlum bara að æfa rólega út, eða svona fram í miðja viku, svo fá strákarnir nokkra daga frí og hlaða batterín og hugsa eitthvað annars og eftir 16 viku þá byrjum við að fulla allt aftur og undirbúum okkur fyrir næsta leik. Það er bara að vera eftir vel en það er mikilvægt núna að menn fái að svona smá pásu þegar þetta er búið að vera gríðarleg törn á stuttum tíma. Kiddi Jóns utan hóps í dag. Hvað er? Kristinn bara middur eftir bikarleiki síðast og Kenny búinn að vera veikur núna síðustu 3 daga. Já, svona slappur, algjörlega búinn að í hálfleik og svo fyrir Benóni út af í seinna leik og þá var hann alltaf bara komið í krampa. Hann er náttúrulega ekki búinn að spila mikið fyrir okkur og ekki margar mínútur þannig að hann er ungur og þetta tók á hann hljóp mikið og var duglegur og kannski einn af okkar bestu mönnum þetta fannst mér. Kannski góð tímasetning á þessu landsleikjalið núna? Já, hún er kærkomin og ég held að allir séu sáttir að komast í smá frí núna. Takk.